Starfandi fjármálaráðherra telur að frumvarp lægra veiðigjald dugi til að mæta sjónarmiðum sjávarútvegsfyrirtækja. Formaður atvinnuveganefndar segir að hlusta verði á sjónarmið útgerðarfyrirtækjanna. Illugi Gunnarsson, starfandi fjármálaráðherra, segir að ekki þurfa að bregðast sérstaklega við fyrirsjáanlegu tekjutapi ríkissjóðs vegna lægri veiðigjalda. Hann telur það veiðigjald sem lagt til í frumvarpi vera í jafnvægi, en það verði að vera öruggt að allar útgerðir geti staðið undir því. Frumvarp sjávarútvegsráðherra veiðigjöld á komandi fiskveiðiári liggur nú fyrir Alþingi. Starfandi fjármálaráðherra segir gjaldi vera í hærri kantinum en hann voni að útgerðin standi undir því. Útgerðarmenn hafa sagt að atvinnugreinin standi ekki undir gjaldtökunni eins og staðan sé núna, en ráðherrann segir það sýna hversu alvarleg staðan hefði orðið ef áform síðustu ríkisstjórnar lagningu veiðigjalda hefðu náð fram að ganga. Formaður atvinnuveganefndar Alþingis sagði í hádegisfréttum útvarps að ef veiðigjöldin séu of há þurfa að skoða það gaumgæfilega. Það eru þetta verkefni Alþingis að fara yfir það og þeirra nefnda sem hann veitir forstöðu meðal annars. Og ég þingið verður að taka á því, en svona frumvarpi lagt fram. Við höfum þá trú að þetta sé í jafnvægi. Skiptar skoðanir eru á því hvort að fyrirhuguð veiðigjöld séu of há eða lág. Þess má geta að 3 af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins sýndu á síðasta ári hagnað upp á 25 milljarða króna. Það er vissulega svo að stærstu fyrirtækin geta borið þetta, en þá erum við að horfa á það er gríðarlegu fjöldi minni fyrirtækja hér í landinu sem leiðir líka grunnstoðin fyrir byggðina víða land. Og menn verða að haga skattheimtunni þannig að það sé ekki bara stærstu fyrirtækin sem getur borgað og hinir farið síðan allir annarkvort á hausinn eða lendi í gríðarlegum rekstrarvandræðum með miklum og alvarlegum afleiðingum fyrir byggðina í landinu. Illugi segir því að haga verið skattlagningunni þannig að greinin í heild geti staðið undir henni. Samkvæmt mati fjármálaráðuneytisins lækka tekjur ríkissjóðs vegna breytinga á veiðigjaldi 1 milljarð á þessu ári og alltaf 2 milljarða króna á því næsta. Það var nú rétt að hafa í það í huga að útgjöld ríkissjóðs á þessu ári eru áætluð einhvers staðar í kringum 600 milljarðar. Og ríkissjóður hefur fjölda tekjustofna sem að auðvitað færast til frá áætlunum. Þannig að ég held að út af þessu sé ekki ástæða til þess að menn setjist sérstaklega við það hvort það þurfa að auka aðra skattheimtu eða draga úr starfsemi.